Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpa þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær sem þú vilt og tala við mig hvað er ángraði og að ég náði til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel eða þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Komið sæl og velkomin í þátt dagsins. Í dag ætlum við að tala sambönd. Hvað er sambönd? Ég ætla að segja eitthvað það. Samband er það að ef þú elskar manneskjuna það mikið vilt vera með honum eða henni þá ekki bíða með það. Því ef þú bíðir með það þá veistu aldrei hvað gerist. Hlutirnir er ekki það auðveldir og ég lærði það að erfiðan hátt. Ég er búinn að vera með manneskju núna í mínu lífi. Ég kynntist henni fyrir núna bráðum kannski ég kynntist ekki en byrjaði með frekar skulum segja fyrir 2 mánuðum næstkomandi. 1. ágúst verður komin 2 mánuðir. Ég er búinn að þekkja þessa manneskju held ég síðan 2021 eða fyrr, ég man ekki alveg. Já, ég veit það ekki, maður bara hugsar ekkert út í ástarlífi meðan maður er í íþróttum. En hún æfir sama íþrótt og ég. Hún æfir kraftlyftingar og frjálsar íþróttir. Og ég veit ekki af hverju ég fór að hugsa út í þetta. En síðan ég byrjaði með henni þá hafði nokkri hlutir opnað fyrir mér, opnað augun mín, meina ég, og hugan, að þegar þú ert í sambandi þá er allt öðruvísi tilfinningar en þú ert með. Til dæmis, þú ert meiri opinn og ert meiri, ég veit ekki, glaður og hamingjusamur. Fyrir mér þá hefur þetta ekki verið það auðvelt fyrir mig. Ég hef verið í samböndum áður og þau eru ekki enda vel og ég dró mig smá í hlé úr þessum málum og já, ég bara veit ekki af hverju. En kannski var maður bara hræddur að fara aftur út í að fara í sambandsmál. En hvað með það, mér finnst mér ganga betur eftir að ég byrjaði með henni.
og það var svona upp og niður hjá okkur. Fyrstu 3 vikurnar voru erfiðar vegna þess að ég veit ekki hvað maður segja þetta en ég ætla að segja þetta samt að foreldrar hennar líka ekki vel við mig og það lagðist rosa mikið á hana. Það lagðist það mikið á hana að ég hafði rosa miklar áhyggjur af henni. Ég held eftir 2 vikur þá brotnaði hún andlega niður vegna þess að foreldrar hennar töluðu ekki við hana í 4 til 5 daga, hunsuðu hana bara og voru bara með leiðindi og hótanir og bara þú var með mér og ég gerði það fáránlegasta hlut. Þetta var komið það andlega og líkamlega fyrir hana að hún bað mig að vera bara vinur sinn og ég gat það ekki en af því að ég fann til með henni þá sagði já og það var heimskulegt sem ég gerði en ég gerði það bara svo þau myndi tala við hana aftur og núna svona hægt að róla að koma aftur á stað en þetta voru fyrstu 2 vikur eftir að byrjum saman taka fram og ég veit það ekki ég var ekki ánægður með niðurstöðunar svo aldrei þess að ég fekk stórt kvíðakast fannst bara eins og að ég gat ekki gert neitt og það lagðist hrikalega á andlega hliðina mína. Ég var leiðileg við vini mína, ég hvæsti á þau, ég var með leiðindaskap, ég var bara rosa leiðileg við þau og ég fekk að vita og það er kannski það sem ég vil sérstaklega ekki að gerist að ég sé eitthvað rosa leiðileg vini mína því ef ég er það þá missi ég vinskapinn og þá hætti að vera vini manns og það er eitthvað sem ég vil ekki gera. Ég brotnaði andlega niður og þegar ég fann til með henni og þetta var ósanngjarnt að hún fær ekki að ráða með hverjum og hún er með í sambandi og sko ekki henni ég grét og mér var illt í hjartanu vegna þess að ég vildi svo mikið hjálpa henni en ég bara gata ekki að því ég vissi hvernig ég átt að gera það sem enda því að ég talaði við hana og reyndi að segja mína meiningu og mína hlið að mér er alveg sama hvað þeim finnst og að það á ekki að vera svona. Hún er 23 að vera 24 held ég, já hún er 23 ára og það verður 24 núna í nóvember og hún er fullan manneskja, hún er ekki að láta
foreldrar sína ráða yfir hennar líf og með hverjum hún er með og hvernig hún er í kringum. Mín skoðun er það að ekki láta foreldrar ykkar stjórna ykkar lífi með ef þeir eru í sambandi eða ekki, ef nýbyrju sambandi, ekki láta foreldrar ykkar eða annað fólk hafa skoðun á ykkar lífi. Þegar umleið og þau gera það, þá getur þú ekki gert neitt það sem þú vilt gera. Og þetta fer bara með andlega hliðina þína því miður og mikið, og að ekki láta þau stjórna ykkar lífi. Þið þurfa að fá að blómstra, þið þurfa að fá að vera sjálfstæð. Ef þetta gengur ekki og mannskja býr ennþá heim með foreldrum sínum, þá annarkot finni ykkur húsnæði eða slítið bara samband við foreldra ykkar. Það er eitthvað sem ég vil helst ekki gera, en ef niðurstaðan kemur á því, þá er það eina valkosturinn að gera. Ég er hamingjusamur, eins og ég sagði. Ég talaði við hana, náði til hennar sem betur fer, gat satt mína skoðun á hlutunum, og það sem mér finnst leiðilegast er það að ef þú fari ekki að vera hamingjusam og fari ekki að blómstra og vera í sambandi með manneski sem þú ert hrifinn af, þá er eitthvað rosa mikið að. En kannski annað með mál með vexti að hún var hrifin af mér á síðasta ári, vorum í æfingabúðum, en hún sagði ekki neitt við mig út af fóreldrar voru með henni, og hún var hrædd að ef hún hefur sagt eitthvað við mig þá hef ég afneitað henni. En ég hafði hvort sem er sagt bara já við henni, þegar ég er búin að vera, eins og ég sagði, lengi í þessum bransa að reyna að finna réttu manneskjuna, og ef hún er sagt það fyrr þá var ég öll að komið ár. En svona er bara lífið, veist, maður getur ekki gert það sem er í fortíðinni, frekar horfa á framtíðina, og ég vona að ég fái að blómstra hans meira með henni. Hún æfi hér sama félag og ég er öll búin að segja það, en ég hef tekið eftir því að hún hefur verið að horfa á mig á æfingum, sem er ekki slæmt, en líka bara að ekki vera hræddur að taka næsta skref. Þið getið þetta, ég hef trú á ykkur, að einhvern tímann þá er bara lífið svona. Já. Eins og ég sagði, ég vona að þetta getur kannski hjálpað ykkur aðeins, en ef þú ert hrikalega hrifin af manneskjunni, ekki hika við að segja tilfinninguna við hana. Aftur á móti er núna mót í september. Hún við bæði fara til Svíþjóðar, en hún fer á 2 dögum undan mér og fer til Malmö, en ég fer til Uppsala. Og nýlega sagði ég við hana að ég hafði svo rosalega mikið vilja fara og fylgjast með hana keppa í kraftlyftingum, sína stuðning, sína henni að það er eitthvað sem styður baki á henni, því að foreldrar hennar neituðu að fara til Svíþjóðar út af því að þau get ekki fengið að
hitt hana fyrir utan keppni og að þau get ekki verið með henni, eyða deginu með henni og mér finnst þetta aldrei leiðilegt og ég sem kærasti hafði viljað rosa mikið að fara og fylgjast með henni, keppa, fylgjast með henni. Ég rosa stoltur að hafa hana í mínu lífi og ég rosa stoltur af að hún hefur áhuga á þessum íþróttum alveg eins og ég. Og ég svo stoltur af henni hvað hún að skara sig mikið fram úr. Ég vildi bara að hún viti það að sama hvað gerist, sama hvað útkoman sama hvað hún ákveður í sínu lífi, þá ég þarna til staðar og stend við baki á henni. Ég elska hana það mikið að það var skrítið að segja þetta orð en ég elska að hafa svona manneskju í mínu lífi, ég elska hana út á lífinu að hún gefur sér tíma að tala við mig, hún gefur sér tíma í að vera í kringum mig, hún gefur sér tíma að svara skilaboðum frá mig, hún gefur sér tíma í það sem hún vill og ég gef henni þann tíma sem hún þarf og það kannski eini parturinn af henni að það sem ég elska og hrifinn af það að hún ekki hrædd að segja síðan tilfinningar og ég vona að þetta muni haldast út næsta ár og út þann næsta ár hjá okkur að við getum haldið þessu sambandi það sterku og vel tengdu og að við förum ekki í sikkur áttina og ef hún að hlusta þetta núna þá langar við bara að segja þetta þú blóm í mínu lífi, þú stjörnurnar í skýinu og næturnar þú það sem kemur mér á stað í lífi mínu fram úr rúminu á morgnana og í rúminu á kvöldin þú það eina sem skiptir mínu máli og án þín hef ég ekki getað náð svona langt í þessum íþróttum af því að þú styður mig bæði líkamlega og andlega hliðarnar. Þú sýnir mér hvað að vera elskaður og þú gefur tíma að sýna hvernig á að elska sjálfa sig og sjálfa og elska manneskjuna sem þú elskar. Án þín væri ég ekki neitt og án mín væri þú ekki komin svona langt í þinni íþrótt. Þú allt sem ég hef viljað og allt sem ég hef leitað af. Svo ekki gefast upp á því sem fólk segir við þig. Ekki gefast upp á íþróttinu og ekki gefast upp að berjast við það sem þú vilt í þínu lífi. Hlutinni eru kannski þannig en ástin sigrar allt. Svo ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vona að þessi þáttur hjálpa ykkur og sagt mínu hlið. Þangað til næst, þetta Emil Steinar og þú varst að hlusta á Innri hug íþróttarinnar með mér. Takk fyrir daginn og vonandi sjá sér fljótlega aftur. Bye bye. Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega en þú og mér fannst það voða fræðilegt sem ég var að tala í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.